Aron, ef þú gætir kannski aðeins útskýrt fyrir áhorfendum hvernig þessi íþrótt virkar, driftið? Já, ég veit ekki hvernig ég útskýri það, en þetta snýst alveg það að missa bílinn út á hlið og halda honum svona í mestri gráðu. Því meira sem þú ferð á hlið þá klikkar í fleiri box og fær fleiri stig. Við erum með í brautinni í dag og erum með 5 keilur sem að vera svolítið nálagt. Bæði með frammendan og svo með afturendan. Við fáum stig fyrir það líka. Svo er einn dómari sem sér stílinn, hvað þú rauninni skiptir flott yfir á sikkvara hliðina og þess að það. Þannig að þetta er svona áhorfendavænt sport. Og keppnin í dag, það er eins og í öðrum Íslandsmótum í þessari grein útsláttarkeppni. Já, hún virkar þannig að við byrjum hérna fyrir hádegi, þá byrjum við í forkeppni og það eru 21 bíl í dag sem voru skráðir og síðasti dettur út, þannig að við tökum 10 á móti 10. Sá sem er efstur, hann tekur á móti aftasta bíl og koll að kolli og svo sláum við þetta svona út. Þetta enda síðan í fjóralegu úrsliti og svaka hasar seinnipartinn í dag. Gangi þér vel. Takk fyrir það. Aron, nú ert að gera þig kláran fyrir hvað, undanrásir eða ekki? Jú, þetta er svokallar undankeppni og við fáum 2 rönn hérna mann og betra rönni gildir og það raðar okkur upp í útsláttinn, þannig að það sem er að keyra vel núna, hann á að taka á móti þeim lélegasta og svo koll að kolli. Nú er búið að breyta brautinni hérna á bílatúum, þannig að hún er mun hraðar heldur en hún hefur verið. Hentar það þér betur en öðrum? Það er byrjunarkaflinn er mjög hægur. Það er svona svolítið trikki og hraðin fer nánast niður í bara 10 km hraða. Síðan förum við hérna upp í stóru beyguna eftir og þar setjum við í 3. gír stóru kraftmiklu bílarnir og við erum að kveikja alveg rosalega vel í og niður eftir hérna á svæðið aftur. Það verður rosa sjó fyrir áhorfendur, þannig að það breytir mjög miklu fyrir mig, já. Já, þú vilt frekar hafa hraðari brautir heldur en ekki? Já, það er miklu meira gaman að því, sko. Gangi þér vel. Takk fyrir það.
Aron, hvernig gekk í tímatökum hérna áðan? Herðu, það gekk bara nokkuð vel. Ég er ná persónulega besta tímanum mínum, það er 7.1 og áður fyrir átti held ég 7.6 eða 7.5. Þannig að ég er mjög sáttur, 60 fittin eru góð, ég er búinn að finna réttan þrýsting í dekkjunum og réttan snúning til að sleppa gjöfinni. Þannig að nú bara láta reyna á að stríða þessum Vaf 8 bílum, ég er eini 6-cylindra bílinn hérna. Þetta er nú gríðarleg bæting frá síðasta tíma, af hverju er svona mikil bæting? Það er komin annar mótor í bílinn, það er þrykta stimplar og þrykta stangir og ég var í 2,8 lítra línu 6 og er komin í 3 lítra núna. Ég er að nota Sveifarás úr 2004 gerða X5, þannig að það passar allt á milli í þessu bílum. En já, þú hlýtur að sjá það gott í glóðarinnar frekar í brautarakstrinum með það ekki frekar en spyrnukjafnunum. Já, það er á morgun sko, þannig að það verður svona skemmtilega að mínum mati. Það er alltaf gaman að taka tíma og svoleið sko, en þetta verður fljótt svona einhæft finnst mér. Brautaraksturinn er svona, getur alltaf komið eitthvað upp á og það er svona það sem heillar mér mest við þetta. Hvaða breytingar á bílnum gerurðu milli keppna hérna? Það er ekki neitt bara. Ég keyri bara og tek bensín og svo held ég áfram að keyra. Ég hækka blásturinn reyndar hérna á mílunni, fer í botn blástur, ég er að blása svona 1,5 bar, 1,6. Í brautarakstri þá lækka ég reyndar blásturinn, er í svona 0,5 til 1 bar. Hann sé ekki of aggressífur, þá á til með að kannski klóra sig út úr beginu, yfirstýra það og svoleiðis. Hann er svona þægilega að höndla þannig. Gangi vel í kvöld. Takk fyrir það. Hvernig gekk þetta í dag hjá þér? Þetta gekk bara þokkalega. Ég hefði viljað vera fyrstur en ég annar skils mér, þetta er ekki alveg komið á hreint. En bíllinn var svolítið svona laus aftan. Var í of lágum gír held ég þarna í zigzaginu. En við fengum bara raunnið 2 æfingarönn og 3 rönn sem gilda yfir allt. En það voru svona villur bremsa seinna sem maður hefði viljað ná að læra og maður lærir þetta bara með hverju og einu runni, hvað má taka út, hvaða skissur maður er að gera runni. Og síðan er brautaraksturinn á eftir, það er náttúrulega mun hraðari kappaksturir það ekki? Jú, það er svona það sem ég er spenntastur yfir, það er brautaraksturinn og þar ætla ég að reyna bara að vinna sko. Þannig að ég er náttúrulega að stefna á það bara og ég held ég sé efstur á stigum, stigur heildina. Þannig að þetta er bara spennandi, það verður mjög gaman. Gangi vel. Takk fyrir það. Mælið gegn því að við færum hann aðeins framar. Ég ætlaði að fara að setja túrbínu aðeins framar en getur svo.
Aron, þú náður ekki fyrsta setinu, þetta gekk nú ekki alveg nú vel hérna í kvartmílinni. Nei, við vorum í tímatöku þá fyrsta runni eins og ég óttaðist mest og var búinn að segja þetta strákana, þá yfirgaf Öxull bílinn eins og á til með að gerast þegar menn eru farin að nálgast 10 sekúndar. Við erum nú svo góða að strákandi hérna áttu Öxull aðeins út í bæ og ég brunum og náðum hann og strákandi fóru þegar að skipta um Öxullinn og við náðum að mæta í keppnina, þannig við fórum enga æfingaferðir og enga tímatöku. Ég náði fínpósa startið aðeins, ég gerði mistök með að hita dekkin, þannig að ég til að það hefði breytt því. Við náðum að taka núna 6 rönn í heildina og ég er svona að berjast við innan 10 sekúndna múr, eða 11 sekúndna múr segi og það var svo svekkjandi að ég tók 3 11.00 rönn í röð og það sem var besti tíminn var 11.005. Bílinn er búinn að vera mjög leiðilegur við mig í keppninni við blönduna, það er búið að vera vesen með, ég veit ekki hvort sem spísar eða eldsneytiskerfi sem er það að blandan er mjög erfið sko, en svona er þetta bara, ég held þessi annar núna yfir heildina sem er bara býsna gott og þessi bíl á bara peningalega að segja, þá er hann bara brota því sem þessi bílar hérna er að keppa móti mér kosta sko. Brautaraksturinn, hvernig gekk hann hjá þér í dag? Herðu, hann gekk bara mjög vel nema ég var að glíma við rosalega mikla undirstýringu. Hann var að renna mikið að framann og ég veit ekki hvað stillingar þetta, ég var að keyra á 9 dekkjum en ég var ekki ánægður með hvað hann svaraði rauninni illa framann en það sem ég er mest ánægður með er rauninni hvað ég náði svakalega miklu hraða. Ég var rauninni 1 kilometer á eftir Ingo hérna sem er á 1000 hestafla bíl og ég held að það sé bara rauninni pungurinn sem að stýri því, ég var bremsað alveg svakalega seint sko og ég var mjög svona oft við það bara, ég held ég var að fara út af en það hafðist alltaf, þannig að það var mjög gaman, það var skemmtilegast viðbröðunir. Hvað breytingar heldur þú myndir þurfa að gera á þessum bíl til þess að vera að berjast fyrstasendi í svona keppni? Ég held þessi stærri túrbína en það má ekki gleyma því að þetta er rauninni driftbíl og það er það sem ég legg mest áherslu á. Ég smíðaði þennan bíl 2009 og fór að keyra hann 2010 fyrst. Og á þessum tíma þá þótti þetta rosa kraftmikið og þykir svo sem kraftmikið í dag en ég er ekki búinn að breyta mikið þannig en eins og segja þessi bíl höndla flott og er góður í driftið en þetta er ekki kvartmýlubíl en það er rosa gaman að ná góðum tíma.